957 þegar þetta gæsa húða moment á sér stað í laginu Crazy Bastard þá vita allir hvað á döfinni. Það FM 95 Blö á þriðjudegi sem að hefja göngu sína og hann með breyttu sniði því að það Sverrir Þór Sverrisson sem með ykkur eins og alla þriðjudag og mér við hlið Björn Bragi. Ó já, Auðun Blöndal. FM 95 Sve og FM 95 Bjö. Já. FM 95 Bjö þetta mjög gott nafn. Já, FM 95 Sve hljómar ekki alveg svel. Nei, það er ekki gott sko. FM 95 Sveppi, nei, það er ömurlegt. Hvað myndi þinn þáttur heita? Minn þáttur, ég veit það nú. Ég gæti gengið svo, svona, þú veist, þegar ég var að leysa þetta, það var svo auðvelt svona bara FM 95 Bjö. Já. Maður þarf alltaf að reyna að vera svona sniður í vali, sko, þetta þarf að vera svona, hei, sniðust orðagrín í þessu. Já, sorry, ég var að setja aðeins on the spotlight. Já, minn hétti FM 95 Krull. Nei, það er ömurlegt líka. Nei, það var ágætt, sko. Krulli. Krullóttur á FM áður. Nei, ég væri að reyna að vera svona sniður. Pop tónlist. Ég væri svona eins og hérna Barði þegar hann var með útastátt. Hann var bara með útastátt sem hétt Ólafur. Já. Ég myndi vera með eitthvað svoleiðis. Það var Ólafur dagsins. Já, einmitt. Og svo var hann að láta skella á sig og svona. Hann var með mjög gott, sko. Já. Þannig að þáttur minn myndi líklega heita bara, já, þið eru að hlusta á Einar Guðbjartsson, sem bara nafn á þætti, og Já. Manni líka. Já. Skilju, það væri gott, sko. Já. Eitthvað svoleiðis. Og menn sem heita Einar Guðbjartsson. Myndi svona vera Ég þekki Einar Guðbjartsson. Er það? Það er pabbi vina mín. Ok. Pappas Halla. Indælskall alveg. En við erum hérna með að því okkur vantar auðvitað. Já. Hann er ekki komin heim og ekki komin í leitirnar. Hann átti nú samt að vera hérna. Ég veit það, hann týndist á djamminu. Týndist á djamminu, já. Já. Og við ætlum að leita af honum eftir og svona ringja á hérna ýmsu staði og reyna að finna hann. Já, það er svona, sko, hann sækir svolítið í staði sem að eru það sem sólinn skín ekki. Já. Vondarstaði. Já. Hann sækir í staði þar sem að engar klukkur eru. Já. Engir gluggar og það er sprauta svona súrefni í litlu mæli og svo þarf bara 52 spil og þá er hann sáttur. Já, það er rétt. Það er svolítið þannig. Og flöskur. Og þetta er í fyrsta skipti sem við erum saman í útvarpi. Já, hvernig líst þér á það? Mér líst mjög, ég hef aldrei verið svona nálættir. Nei, við líka, sko, Rikki G er náttúrulega heimtað að taka takkaborðið, hann treystir mér ekki á takkanum, sko. Nei, hann sést alltaf í hann fyrir á þetta. Lítill, sko. Já. Mínibarinn. Mínibarinn. Hvað ertu stór, Rikki? 1,75. 1,75? Já, það gerir hann ekki minnstan hérna inni. Er það ekki? Nei, ég meina hann virkar stærri, sko. Já, já. Hvað ert þú stór? Ég er bara 1,70 eitthvað. Ha? Ég held að vera jafnstór og ég. Ég er 1,87. Nei, þú lígur því. Nei? Hvað ertu Logi Bergmann eða? Ég veit ekki, ég veit hvað hann stór. 1,87. En þú, sko, hérna, Logi Bergmann, hann er svona eins og þú. Já. Svona hár og dökkarður. En það eru ekki margir sem að hafa kannski tekið eftir því, en maður tekur eftir því þegar maður setur svona nálægt honum bindinbraga að, hvaða mótil ertu? Ég er 84. 84, já, ég man til Skaupin 84, sko. Já. Og á Rás 84, Kjartan Bjargmundsson lék ógeðslega mikið í, það er auðvitað En þú ert komið grátt í vanga. Ég veit það. Það er svolítið síðan það gerðist. Er það? Já, það er eiginlega bara mörg ár síðan ég svo fyrsta gráhárið, sko. Já, það. Það er bara, þú veist, það var bara upp úr 20. Upp úr 20? Þá sá ég svona bara eitt, skilur. Eitt og eitt. Svo urðu þau aðeins fleiri, skilur. En hvað, sko, oft er nú talað um að það sé alltaf eitthvað svona stress sem að gera það að verkum að menn verða gráhærðir, sko. Já. Ég veit þú ert einhvern búin að vera einhver stressi. Ég er svolítið stressaður. Já, en ekki þannig að þú fáið grátt hár, fjandinn hafi það. Nei, en ég menna verður einhver bara, þú veist, gráhærður að vera stressaður. Hugi Halldórs? Já. Hann er svo stressaður og hann er komið grátt. Var ekki líka Barack Obama eftir að hann var forseti, voru menn ekki að sína eitthvað hérna mynda á honum í kosningabaráttunni og svo bara 2 ár, þú veist, eftir að hafa verið forseti í 2 ár, bara hefi gráhærður. Já, og líka orðið fölur. Já, hann er hvítur í dag. Hann er svo Michael Jackson. Það er nefnilega Michael Jackson að vita að fáir, sko, hann fór ekkert inn en aðgerð, hann var bara svo stressaður. Já, hann var alveg bara fölur, hann var alltaf svo stressaður, allir fólkinni kringu sig hann ætti út í þetta. Já, ég veit ekki hvað, ég held að þetta sé nú bara eitthvað, sko, eitthvað líffræðilegt, sko. En þú hefur litar þetta? Ég hef litað það, sko. Já. En þú veit ekki, ef þú myndir fór skalla, eins og þetta. Já, ég myndi vera beint í þarna... Aðgerð. Ég myndi reyna að ná hérna sambandi við Rúni. Já, vinn. Og hérna, já, og komast í hérna
stofuna hans. Já, það samt ekki, það Nei, ég að djóka, sko. Ég sást hann á hérna Evrópumótinu. Hann, sko, fyrst var maður bara, þetta ekkert svo slæmt. Og meðan þetta var svona bara að byrja að vaksa, þú veist, það var bara, þetta var fínt hjá honum. Núna hann bara eins og hann sé bara með einhverja lélega hárkolli eða eitthvað, sko. Já, en líka þegar þú ert með þetta andlit, þá skiptir engu máli hvernig hausinn á lítur út þegar þú ert hvort þið ljótur. Hann bara eins og Shrek. Það bara í háríkgræðslu. Það öllu sama, var gæna skrimsli. Já, hann mjög ófriður, sko. Þannig séð. Ámar ekki einmitt, sko, að gera mikið úr styrkleikum sínum. Jú, og hann á bara að gera meir úr þegar það er ljótur. Já. Bara flúra sig allan í einhvern viðbjóð og eitthvað svoleiðis. Eins og ég var alltaf, sko, ofsalega krullóttur. Já. Og með svaf einu sinni með nælonsokk á hausnum. Bara til að reyna að sletta úr draslinu. Í alvörunni? Já, ég gerði það einu sinni, ég prófaði það, því að frændi minn gerði það, sem var ógeðslega krullóttur. Svaf með nælonsokk, bleikt á mér hárið, þvoði það með sjampói og hárnæringu. Hefur þetta virkað fyrir einhvern? Nei, þetta er vonlaust. Þetta er ágætt fyrir hádegi daginn eftir. Já. Þá ertu alveg svona sléttur og fínt, sko. Já. Svo bara leið og kannski kemur smá rigning, það bara krullast allt upp á nýtt, sko. Já. Þannig eins og ég segi, sko, af því að mér leið illa með krullurnar, þannig séð, skilurðu, eða ekkert leið illa, ég var ekkert eitthvað greinandi í kottan, sko. Að þá ákvað ég bara, heyrðu, ég ætla að gera þetta styrkleika mínum. Já. Skilurðu. Það held ég að vera. Nú ég bara fucking sveppi krull, skilurðu, og bara sáttu við það. Já. Það málið, sko. Þú kemur svolítið fyrir svona, svolítið svona, sama, og líglað. Já. Hérna, tókst einhvern tímann eitthvað tímabila sem varst svona eitthvað nójaður yfir lúkinu eða þú veist, varst eitthvað að setja í strípur eða fara í ljósi eða eitthvað svona? Já, ég held að, ég átti þann tímabil. Það var reynda bara því að ég var að fylgja einhverjum straum. Já. Svona eitthvað, allir áttu ljósakort, þá vildi ég eiga ljósakort. Já, einmitt. Og svo voru menn að setja í sig strípur, þá setti ég bara í mig strípur, sko. Já. Og svo voru menn í gulum gallabuxum, reyndar ekki margir, þá keypti ég mig gula gallabuxur, sko. Gula gallabuxur? Já. Það myndir reyndar bara virka vel í dag, sko. Já, ég nefnilega sá einu sinni Marius, fyrirverandi elskuhuga Páls Óskars. Já. Í gulum gallabuxum, hérna 1993 eða eitthvað. Já. Þá keypti ég mig gula gallabuxur. Það var geðið. Það er skrítinn fyrir minn. Já, Marius. Það er bara yndislegt. Já. Þannig að það er svona, maður á að nýta þetta í styrkleika. Ég hef ekki átt gula gallabuxur, ég var alveg til að eiga þeir, sko. Þú myndir púla það? Já. Í dag líka. Já. Svona gæði sem púlar allt einhvern veginn. Er það? Já. Grá ári, ég myndi ekki aldrei lita það aftur. Nei. Bara leyfa því að koma, maður. Þú segur þessi Rikka Daða, til dæmis. Já. Rikki Daða? Hann lítur fanta vel út í dag. Já, og hann verður bara virðulegri með þetta gráa, sko. Já. Maður tekur meira mark á honum fyrir viki, sko. Já. Og meðan Hemmi Hreiðar situr bara með frekjuskarð með risa kraga bara við liðinu og veit ekkert. Nú ég lamin. Já, þú er nefnilega, hann mun lemja þig, sko. Já, ég hefði ekki einu sinni þurft að segja neitt hann myndi hvort eða lemja mig, sko. Já, nei, ég hef ekkert alltaf litað það, skilur þú? Ég bara... Já, þú prófaði, já. Já. Það er alltaf líka. Já, alltaf að tjekka á því, sko. Þetta ferði vel samt. Takk. Takk sem leiðis. Herru, ef við að fá eitthvað lag eða eitthvað, Rikki, hvernig er það? Herru, já, ef við að fara yfir dagskrána. Bíddu á... Fyrst er bara að fara á staðstrakka minnir. Svo förum við í dagskrána. Það heitir Dance Again, er það ekki? Jú, hárið til þér. Og herru, hafa þetta svona þannig að við giskum á hver var með lagið? Já. Ok, þetta voru J-Lo og Pitbull. Nei, já, þetta er alveg hárið. J-Lo og Pitbull. Eitt stig fyrir mig. Herru, Rikki ætlar ekki að spila einhvern svona takt undir á meðan tölum. Herru, býtu, hérna kemur hann. Taka þennan hérna. Þetta er svona seiðandi, sko. Já, alveg klálega, sko. Já, þetta er svona þægilegt fyrir hlustendur. Er þetta ekki þægilegt? Annars væri þetta svolítið svona útvarpssaga. Já. Við ætlum nú að hringja þangað, það væri fyrsta skipta samin að 2 útvarpsstöðvar. Hringi útvarpssögu að ræða við þau. Ef við verðum hérna, sko, ennþá meðan þátt eftir 10 ár, þá verður hún örugglega eins og útvarpssaga í dag. Já. Arþrúður Karlsdóttir verður hérna. Já, hún er svona reiðir. Já. Út í allt. Allt kjaftaði. Já. Ég ætti að tjekka og hringja út á sögu á eftir. Og reyna að samina. Já. Gerum það á eftir. Já, ok. En kæru hlustendur, eins og alltaf á þriðjudögum þá komið að slúðurhorni FM 95 Blöð sem reynda núna FM 95 Bjö og Sveppi Krull. Já. Og það er hann Björn Bragi sem ætlar að sjá slúðrið og hann er nú ekki betur undirbúinn en það en hann situr hérna með galopið séð og heilblað. Já, sko, er það ekki bara metnaður að vera með íslenskt slúður? Auðvitað. Ég vil miklu frekar að vita hvað er að frétta af einhverjum íslendingum heldur en, Justin Bieber var hérna í bát. Já, ok, klassi. Var í bát. Já, og svo var Cher, hún var líka á báti. Hvað er það stressi? Já, það er alltaf stutt í sprellið hérna hjá Sveppa Krull. Cher á báti. Já, veistu akkur umbóðsmaðurinn hennar Cher á rekinn? Nei. Það var alltaf að runga sér.
Þessi var verri en minn. Herru, Já, það er komið að slúðri. Heyrst hefur, og sko, þú verður eiginlega að gefa hverjum slúðmála einhvern. Ok. Og kommenta á hann líka. Okay. Heyrst hefur að fjölmiðlamaðurinn Þórarinn Þórarinsson, leikarinn Halldór Gylfason og söng- og leikkonan Selma Björnsdóttir eigi sama afmælisdag og sjálfur kóngurinn Bjartmar Guðlaugsson. Já. Fáum ekki svona að vita hvað dagur það er. Þetta slúður er svona á skalan 1-10, solid 7 og 5. Ok. Þetta var mér áhugavert. Ég veit hvað dagur þetta er. Hvað dagur er það? Þetta er 7. júní. Akkur veist það? Þetta er Selma er frænka mín. Bubbi Mortens afmæli 7. júní líka. Já. Er það ekki? Já, það er rétt. 060606. Það er rétt. Það gleyma Bubba þarna. Ég held þetta sé 7. júní. Jú, þetta er það. Herðu, útvarpskonan sjarmerandi Gunna Dís verslaði á Smáratorgi í síðustu viku og keyrði heim á hvítri Toyota Carino. Drullu sama. Já. Þetta er 4. Heyrst hefur að söngkonan Þórunn Antonía Reiki. Það er lélegt að séu þú heyrst. Það er ekki? Jú. Já, það er óþarri. Edda Björgvinsdóttir er þessar mundir staðsett í Bolungavík að vinna í meistararitgerð. Já, þetta finnst mér áhugavert. Er það? Já. Akkurru? Af því að besti vinur minn býr í Bolungavík. Ertu komin á þennan aldur að þú tengir allt við allt eitthvað? Já, ég er nefnilega á frængu sem að hún á afmæli í júní líka eitthvað svona. Já, ég á vin í Bolungavík. Já, líka sko Edda, hún er ljón eins og ég. Já. Nei, ég er að djóka. Herru, hérna er gott. Frikki Dór keypti sér pilsupakka úr Stóra Kók á Þrastarlundi síðustu helgi. Já, þetta er eitthvað. Þetta er sexa. Já, og líka það sko að það er ekki nóg að fá sér einu öllu. Nei. Frikki Dór, hann fyrir alla leið og kaupa sér heilan pakka á kók. Já, Frikki er náttúrulega, hann á við átfíkn að stríða. Aha. Já, en næsta slúður er Ingulind sem er að stýra stóru þjóðinni. Já. Þeir fjalla mikið Frikka sko. Og skyndibita árátu hans. Já. En hann heldur sér samt í formi, hann dulur að hreyfa sig. Já, það er eitthvað sem hann, já. Maður má borða þeim að hreyfa sig. Það er rétt. Herðu, Ingalind, hvað var með hana? Ofurparið Ingalind og Árni Hauksson tóku stuttan hádegisverð á Sólon á 5. Þau sátu úti. Já, þetta verður svona... Það er náttúrulega, þú ert þarna alveg sko bara í hjarta borgarnar þegar þú situr út á Sólon sko. Já. Þá er pottitt einhver séð og hitt vitlýsingu sem kíkir á það. Já. Og rölti framhjá og fekk sér fisk. Þeir eru þarna á gatnamótunum örgulega, fylgjast með Prikinu og Sólon og svona. Sástu þarna stóra þjóðin? Nei, ég heyrði að þetta væri fínu þættir og ætlaði að kíkja á það og bara kveikt á þessu og þá var einhver svona við að fjarlæga eitthvað spik, eitthvað svona, þú veist. Hjáveitu aðgerð. Já, eitthvað svo leiðis og ég var að borða sko og ég gat ekki hort á. En ég setti bara á eitthvað heilust sko. Sko það er eitt aldrei, þetta voru fínir þættir og svona. Já. Það er svolítið skrítið þegar hún er náttúrulega að tala mjög mikið ofan yfir myndir. Já. Skilu, hún er að segja 96% eitthvað svona bla 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 og þá er svona yfirlitsmyndir. Já. Af svona feitum rössum niður á Austurvelli og svona og maður sér ekki andlitið, skilur við, en ef þú sér rassin á þér þarna, skilur við, svo er einhver feit heima og veist og horfa á þáttinn og alltaf nú kannski að þekkir gulu gallabuxurnar. Já, þekkir rassin á sjálfur sér bara býttu alveg rétt, já, ég var niður á Austurvelli og það var einhver kamera, var hann að taka mynd af mér. Og líka sko þegar þið voru þarna á Austurvelli, hún hefur kannski verið með tökumannum bara eitthvað, sérðu þannig á pilsivagnum, þannig er eins spikfeit og núna blörraðu þegar hún treður í sig pulsunni og svo eina manneskinn sem sér sjálfa sig, það er aga. Það er wake-up call fyrir manneskinu. Já, það er wake-up call. Vonum að það verði hvatning. Herru, næstu slúðumóli er rosalegur. Heyrst hefur að forsetaframbjóðandinn Herdís Þorgeirsdóttir horfi ekki á Desperate Housewives. Já. Hvað ætlar að gera við þessar upplýsingar? Ekki neitt sko. Nei. Við bara getum ekki með saman sko. Ég hitti hann daginn. Herdísi? Já. Og hvað? Ótrúlegt en satt, ég hitti Herdísi í Búðardal. Og hún kom til mín og talaði við mig og spurði hvernig hún mætti koma í þáttinn. Ég sagði bara hvernig sem er. Já, það ekki. Hún er aldrei komið sko. Og það er kosningar til viku. Við hefum átt að fá hann í dag. Hún spjallaði heilningi við mig ofsalega indæl og kurteis. Er það ekki? Já. Eins og allir svona réttri kostningar. Svo. Já, reyndar sko. Maður veit ekkert hvað maður hefur þetta fólk sko, því að það eru kostningar sko. Já, það er svolítið þannig. Þau gætu öll stungið okkur í bækið bara eftir 2 vikur sko. Já, bara. Ég held að vera svolítið það. Er slúður í búið það? Nei, sko það er svolítið mikið eftir og ég takit allt það. Næ, veldu. Ok, ég ætla að velja vel hérna, ok, ég tek þetta hratt. Egill Einarsson, betur þekktur sem Gils, skellti sér á TGI Fridays í Smáralind á föstudaginn. Já.
þú veist, þarna vantar mig aðeins meira. Ég vil vita hvað hann borðaði. Já, hann hefur farið í salat, sko. Ég held að hann hafi farið í bringu. Já, kjúklingabringu, sko. Já. Hann þannig gæi, sko. Ég hef með þess að séðan borðað þessa bringu, sko. Akkur sé ég mynd þarna af honum þarna Högna í Hjaltalín. Það mynda honum þarna framan á blaðinu. Já. Eitthvað þemadagar hjá honum bara alla daga? Það öskudagur. Alla daga ársins hjá Högna í Hjaltalín. Hann alltaf klæddur, hann alltaf með eitthvað rísastóran hatt. Hérna stendur glamúr og grímunni, Högni í silki og hann eins og svona, hann svona skandinavísk Yoko Ono. Já. Svona skrítin sólgleru. Sítt hár. Já. Hann reyndar alltaf klæddur eins og einhver trúður. Já, þú ert ekki að fíla dressið hans? Nei, ég fíla sko, mér finnst hann góð söngvari. Hérna stórmynd á honum. Já, sérðan? Hann bara í silkifötum. Þetta ekki keypt í Jack and Jones, sko? Ó, nei, kallið minn. Nei. Hann rosa típa. Já, gerist þetta ekki þegar menn verða svona vinsælir í indie hljómsveit? Já. Það kannski svolítið þannig. Og hvað, fara menn þá bara að klæða sig aðstæðanlega þegar þau sömdu gott lag, eða? Það ekki reglan? Ef þú semur hittara, þú veist, og þá þarf það að klæða þig skringilega. Það? Segð þú mér, þú hefur samið hérna Sjómli og Crazy Bastard. Já, talandi það var allir vitlega sími stoffarki, það var alltaf Sjómli, við ætlum að spila það á eftir, sko. Þetta gaman, heyrðu, þetta var slúðupakki dagsins í FM 95 Blö. Já, það er gaman að hafa það íslenskt. Já, mjög gott að hafa íslenskt og það eru margir sem að vissu þetta ekkert og þetta er ekta svona slúður sem skiptir ekki neinu máli. Nei. Og þannig slúður. Það skiptir aldrei neinu máli. Nákvæmlega. Já, og með þessum orðum, kæru hlustundur, þá ætlum við að leiða ykkur inn á tónlistabrautina. Hér að hefjast splungun í tónlistaklukkutíma af 957. Hvað að fara að hlusta á gamli? Já, þú átt að gíska. Herru, hvað það? Chasing the Sun. Já. Chasing the Sun. Hljómsveitin? The Wanted. You'll find us chasing the sun. Maður farin að syngja með þessum lögum alveg leið, maður. Við líka spilum alltaf sömu lögin. Já, þetta FM 957, þeir að hlusta á okkur Sveppa Krull og Björn Braga. Blöndal vant við látin, við veitum ekki alveg hvað hann við ætlum að reyna að finna hann á eftir. Úti glampandi sól og það alltaf gaman að ringja í fallega fólkið og aðtóka hvað það að gera í sólinni. Og við ætlum að ringja eitthvað. Halló, hver á línni? Það ekki alveg komið. Nei, ok, klassi. Svara þér allir bara í fyrstu hringingu, eða? Já, við ætlum að ringja í Ragnhildi Steinunni. Já. Hún svona fegurðardrottning. Ég held hún svara ekki. Hún, eitthvað staðar að spóka sig, sko. Já. Hún pirrar hana þegar maður að tala hún sé fegurðardrottning. Tölum bara hún sé falleg. Já. Ringjum í Ragnhildi. Maður ringi einhverja fleiri. Hver sem getur verið að vasast eitthvað? Nilli, maður ringi Nilla kannski. I'm chasing the sun. Þegar ég pælið, ég held að Ragnhild Steinn hafi aldrei svarað mér þegar ég hef ringt í hana. Já, ekki. Þú sé með númeri, Byrti. Já, hún sér númerið mitt, sko. Svarar hún ekki? Það er svo típist hún, sko. Hún að gera þarna myndum kynleiðréttingu. Já. Hún að klippa hana rúglega núna. Herru. Hún svaraði ekki. Nilvélin. Ég veit, sko, hann er held í landmannalögum. Landmannalögum? Er það Nilli? Þetta er Nilli. Hann er að vinna, sko, á BSI. En að vinna hvar? Á BSI. Hvað er þá ekki landmannalögum? Eða, sko... Það er rútubístjóri, eða? Það er náttúrulega ekki bílpróf. Hann er í eitthvað svona leiðsögu business. Já, ok. Er hann að svona, já, hérna á hægri hönd sjáu þið? Já, ég held það, sko. Það er eitthvað 19 ára úti. Hann er ekki, ég held að sé 18 ára. Hann er ekki orðið 19, hann verið 19 í desember. Og er hann orðið leiðsögumadur? Já, þetta er eitthvað svona, hann er búinn að vinna þetta síðan hann var 11 ára, sko. Jú, þetta er Nilli. Hlusta þetta. Ég örugglega við eins og bara, nenni ekki að svara símanum. Nei, ég segi svona. Nei, ég segi svona. Endilega, lest til skilabóð. Eða hringdu þau. Við erum lélega stafál. Þetta er verst að tala. Fyrir utan talhólfi hjá hérna Simmavill og Heiðar Austmann. Heiðar Austmann er með talhólfi á ensku. Nei. Jú. Hi, this is Heiðar Austmann, eitthvað svona. Nei. Jú. Akkur? Ég veit það ekki. Er alltaf einhver útlendingar að ringja? Hvernig ringja nú? Kolbfæðurinn. Það ringi Kolbeins. Hann er eitthvað stað sultu slagur bara í kvartbuxum bara nýri Nautasvík, sko. Já.
Ok. Já. Ásgeir? Jú. Herra, Kolbarinn! Hei. Sællur, þetta Sveppi Krull hérna. Bless. Og Björn Bragi? Og Björn Bragi, við erum í Við erum með útvarpssögu. Er þið loksins bara að ná að íta útvarpssögu þetta eða? Já. Við erum lausið við hann. Við erum komnir á útvarpssögu. Útvarpssögu. Heyrðu, við erum að hringja í svona fólk. Skilur sem er svona alltaf eitthvað að vasast í hinn og þessu. Ok. Og ég ætla bara að tjekka, hvað ert þú að gera í sólinni? Ég enda að við bara mörg að minnst búin að fá að njóta sólarna í dag, sko. Nú, hvað? Þetta vinn í einhverju Excel-skjali? Ég veit, já, einhver Excel-skjal og einhverju fundir og einhverju leiðandi. Nú, það? Já, Þú ert ekkert eitthvað úti að drekka bjór og eitthvað svona fyrir utan austur eitthvað? Nei, ég fór í gær, sko, ég var að slæpast í gær. Ég fór í golfmót í gær hjá Olgeðinni. Já. Herðu, var hann hérna Beggi Soldökar? Nei. Ok. Nei, við vorum að reyna að ná í hann líka. Hann er að vinna hjá Olgeðinni, sko. Já, ok. Nei, þetta var svona spóðsmót fyrir svona þá sem eru með veitingastaði og... Já, ekki eitthvað auðmíkja. Viðskiptavinni. Nei, það voru engin starfsmenn þá fær maður 200 skaft í dag af öllu. Já. Þið veit ekki hvernig þetta er, það er ekki að fara í frí, sko, ef það þarf að búa til hérna einhverja 20 sveppaþætti, sko. Það er að búa til 20 þætti. Láttu mig þekkja það. Heila árið, sko. Láttu mig þekkja það, maður. Já, nákvæmlega. Fokkar ekki til því, sko. Herðu, við vorum að lesa slúðrið í Séð og heyrt á hann. Wow. Og þar ertu slúðurprinsinn. Það stendur 1000 þjálasmiðurinn Ásgeir Kolbeinsson og sjálfstæðismaðurinn Bjarni Benediktsson eru nú vinir á Facebook. Já. Hvað viltu segja þetta mál? Já, þetta er náttúrulega... Er þetta satt? Já, þetta er satt, en ég veit ekki hvað þetta er flokkið til slúður, sko. Þetta er náttúrulega bara fyrir einhvern sem er vinur Bjarna, serðu, sko, common friends og það tekkar okkur að ná sem vinir, sko. Já. Fyrir mér er þetta bara svona eitthvað Bieber og Selena Gomez, svona nema bara heimfært yfir á Ísland. Já, finnst þið það? Já, ég myndi segja það. Já. En ég verði að spyrja, addaðir þú honum með það? Ég addaði Bjarna, já. Já. Jöfus, þessi refur. Og hvað samþykkt hann þið eftir marga daga? Herðu, ég held að það hafi verið 23 sekundur, sko. Nú að það. Já, hann er alltaf á Facebook, eða ekki? Hann er virkur á Facebook. Hann er alltaf á tjattinu. Já, ég veit hann ekki. Ég myndi hann gera fyrir að hann væri með loka á tjatti á sig. Ég held að það hefði alveg nóg að gera í öðrum hlutum en að hanga á tjattinu, sko. Já. En þetta er allavega satt. Nei, ég er ekki eins og á Facebook. Ég var svolítið einu sinni, nú er ég alltaf offline á tjattinu, sko. Þetta er rosa erfitt, sko. Maður kannski bara lokka sig inn og áður að, sko, uppáfs síðan manns er kominn. Það heyrðist strax að eitthvað veist. Allir eitthvað. Þetta er lúksusvandamál, Ásgeir. Allir vilji tala við þig. Já, kannski. En það er, sko, það er svo leiðilegt. Ég er nú einu sinni þannig að, maður vill vera bara næs og tala við fólk sem að sjálfsögðu vill spjalla við mann. Já. En maður hefur kannski ekki alltaf tíma. Nei. Og sérstaklega þegar kemur bara svona hæ. Nei, einmitt. Og það, já, hæ. Hvað er að gera? Ég er bara að vinna. Já, líka. Það gengur ekki, sko. Það gengur ekki. Það er pleppalegt, alveg fyrir alla fyrir. Já, það er ekkert í gangi, sko. Það er bara svona einhvern veginn. Já, hæ. En ertu utandyra, Ásgeir, núna? Ég er í bílnum. Hvar ertu og hvernig er veðrið? Það er síkalega gott veður. Ertu ekki í borginni eða? Jó, ég er í miðbæ. Já, og það er gott veður þar, er ekki ský eða? Nei, það er ekki bara ský nóður á himnum. Það er ekki hægt að vera að loka okkur inn í stúdíó í þessu veðri. Ég held að það sé samt betra að vera að loka inn í stúdíónu og sjá ekki neitt. Já. Ekki hver í gangi. Við sjáum reyndar Rikka G. Hann er svo brúnn að hann minnir okkur á veðrið, sko. Ég held að hann sé reynda alveg, sko, fáránlega astnalegur á litin svona á sumrin, því hann spilar svo mikið golf. Já. Þannig ég hugsa hann sé, sko, hann er alveg snjóhvítur í kringum, sko, svona fyrir ofan stuðbúsuna, sko, síðan er hann svartur það fyrir neðan. Svona bændabrunga. Hann er með hana. Sittur hann með svona svarta hanska, sko. En hann bætir upp með því að fara, sko, í ljós með ermar og skíðagrímu. Þannig að hann jafnar þetta út. Það er svoleiðis. Heyrðu, Ásgeir minn, það var yndislegt að heyra í þér. Það er sömulegis. Við ætlum að halda áfram að heyra hvað huggulega fólki er að gera í sólinni. Já, ég segi það, leiðilegt að geta ekki hafa verið að sitja hérna á Austurvelli með ískaldan bjór, sko. Byttu fyrir þér maður, þrýsta einum ísköldum niður. Stutt í helgina maður og allt í gangi. Heyrðu, gaman að heyra í Kafli. Heyrum. Bye. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna besta útiháttíðin Gaddstaðarflötum Hellu dagana 5.
til 8. júlí. Bestu böndin, bestu plötusnúðanir og langbesta skapið. Ekki missa af líklega bestu endurkomum ársins. Sóldögg. Þetta lag heitir Paper Planes og með MIA. Virkilega gott lag. Þú gætir alveg verið útvarpsmaðurinn, þú veist allt. Þú veist öll lögin utan að þú ert ekki svona horfa á hvað við erum að spila. Þetta er líka svo gott lag. Þetta er svona lag sem ég með á hlaupaplaylistanum mínum. Svona í ræktinni, sko. Finnst þér þetta ekki vera svona peppandi? Nei, þetta er svona kannski full rólegt fyrir að vera svona sem hlaupaplaylisti. Já, þú veist, svona inn á milli eru svona skítarokk eins og Metallica og Rammstein og eitthvað. Þetta er svona meiri eftirparti og Factory eitthvað. Já, ég fíla þetta lag. Ok, það er góð með það, sko. Já, ok. Sko, nú er sko, heyra kannski hlustendur að Sveppi brá sér frá. Hann þurfti víst að sinna þörfum sínum eins og fólk þarf að gera. Já. Og þá erum við hérna tveir eftir. Number 2. Rólegur, vitum ekkert það ennþá. Það er mjög líklegt, þetta er 10 myndir sem hann fór fram. Já, en ertu ekki að fíla samt sko svona að sniða á þættunum sé svolítið þannig bara að við tökum bara topic og við bara ræða eða við leysum vandan, skilurðu? Já. Þú veist, er það ekki gott? Ég var að auglýsa eftir sko topicum á Twitter áðan sko. Ef fólk vil tweeta á mig einhverju topicist sem að við Sveppi eða einhverju vandamáli, þá getur það setta á mig á Twitter á Björn Bragi. Eða vill, skilurðu? Já, þú heldur áfram að auglýsa á Twitter. Nei, ég er bara að reyna að fá hugmyndir í þáttinn. Hvað eru margir að followa þig? Þetta er gagnvirkur útvarpsþáttur, Riki. Og þú veist, ég vil að fólk, skilur, geti sendt inn og koma með hugmyndir og Sveppi, ertu ekki sammála því að við viljum að fólk, sko, geti svona sagt sína skoðun á þættinum og komið með, sko, þú veist, eitthvað topic sem við ræða eða ef það vil að við leysum vandan, skilur, þá getur hann annarkvort. Ég var að segja að henda þig á Twitter á mig og þá sagði hann með maður auglýsa Twitter-akkauntið minn. Já. En þú veist, fólk má líka ringa inn, skilur, ég bara, þú veist, kunnum ekki síman. Ég veit ekki eins og hvað Twitter er, sko. Nei, ekki heldur. Er eitthvað búinn að koma með eitthvað topic eða? Býtu, ég skal kíkja. Kíkta á það. Já, Björn Bragi, hann er á Twitter, maður, og þið getur followa kærlan. Ég er samt nýbyrjaður á Twitter, sko. Já, ég er ekki á þessu, ég þór ekki inn á svona... Nei, ég kann þetta ekki, sko. Twitter, já, þetta er svona eitthvað. Herru. Það er allir á þessu. Hérna kemur. Rogaine, virkar það í raun og veru? Ok. Spilafíkn, vaxandi vandamál. Ok. Ói, boring. Veitu? Það er allt vaxandi vandamál, við getum orðað það þannig, sko. Þetta eru fyrstu topicin sem er komin. Já, við þökkum followum Braga á Twitter, kjallaða fyrir sitt innleggi þáttinn. Þetta er gagnvirk útvarpsstöð. Þetta er gagnvirk útvarpsstöð, Riki. Sko máli, Riki er hérna í 3 tíma hverju minnasta degi, tala bara við sjálfan sig og spila tónlist. Já, við ætlum að opna fyrir síman bara. Já, opna fyrir síman. Það er 511 0957. Jú, það er einhver að ringja hérna maður. Fólk er alltaf að ringja, það er aldrei... Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað heitir þú? Aron Pálmi heiti ég. Aron Pálmi, kom þú sæll og blessa. Er þetta henni eini sanni? Já. Já, hvað segir gott? Já, fínt bara. Já, og hvað er þetta vasast í sólinni? Ég er bara út í sól hérna í Eyjum bara og hlusta, sest í bíl og hlusta þig. Já. Hvernig er veðrið í Eyjum? Frábært veður maður. Þú lígu því. Nei. Það er alltaf sól. Kalli koma með tana allt saman. Nú er það? Jú, það er vel gert. Hvað ertu að tana í Eyjum? Ferðu upp á einhvern svona kletti eða eitthvað svoleiðis? Nei, ég er að vinna úti fyrir Vestmannaeyjar bæjar og... Já. Ok. Úti. Þú ert nú ekkert að spranga, er það? Alls ekki að fara upp á hrein. Nei. Nei. Hvaða vika vinnur í Eyjum? Ég vinna fyrir Vestmannaeyjar bæjar bara. Já. Og gera eitthvað skemmtilegt. Ertu að veiða lunda fyrir bæinn eða eitthvað svoleiðis? Nei. Þú ert laus við Ég var það? að vinna fiskhúsi fyrir langur tíma og ég hætti við það. Og á að taka þjóðhátíð með trompi kannski? Já, góslokka fyrst maður. Hvað segirðu? Góslokki fyrst. Já, góslagaháttíðin, já. Já, hún er náttúrulega. Ég hef aldrei farið á hana. Það var að koma að kíkja. Já, þetta er stemming í því maður. Heyrðu, ég þakka að kærlega verið hringja, það var ofsalega gott að heyra ekki alveg. Það var mjög gott. Herru? Já. Það er að fara að spila í lag fyrir mig, getur ekki það? Það er aldrei að vita, það verður eftir hvað það er gott að vond. Shaggy, it wasn't me. It wasn't me. When I keep it on it's over. Living with the girl next door. Okay, and I forget that I had given her an extra key. Er ekki það? Það kemur, ég skal lofa þér í. Viltu að með Sveppa eða Shaggy það? Sveppi og Shaggy. Er ekki fáið við þetta lag? Já, við finnum þetta. Við getum græðið þetta smástund. Smástund. Við vöðum í þetta. Við spilum það fyrir þig.
Takk fyrir það. Ekki máli, gamli. Já, og við höldum áfram, við erum með opinn síma hérna hjá okkur. Góðan daginn. Herru. Hérna kemur einn, jú. Ætla að sé Baltasar Kormákur hérna? Blésaður. Blésaður. Er þetta að fá fristakýsturæði með greifunum? Já. Er árið 1993 eða? Já. Smetta þar. Ég skal syngja það fyrir þig. Takk að þér. Ég vaknaði á sunnudagsmorgunin og sá þá allt í nýju ljósi. Þetta gott lag, ég til í það. Við spilum það kannski eftir. Ég ætla aðeins að ræða, ég þarf að hringja. Þurfum við ekki að fá leyfi hjá Brynjari Má eða Heiðar Austmann eða einhverjum svona... Jú. Nú veit ég ætla ekki að taka neina ábyrgð á þessu. En googlaði fristekjusuglaðið, við skulum spila það fyrir alveg veitinn. Hefur ekki fyrst að hleypa óskallarinn fyrir Björn bara á það? Herru, hvað er það? Það er Jón Jónsson, ekki? Jú. Það ekki? Jú, ég vil spila það. Ég er samt með fleiri umræðefni, sko. Ég kem með það aftur. Já, þetta er skemmandi. Þeir eru að hlusta á yndislega tóna, þetta er Jón Jónsson. Þetta er rólegt og romantískt. Frumlegt nafn, pappans hefur verið í einhverju vandræði með nafn, sko. Freki Dór, skilur, það er eitthvað svona stage nafn, sko. Já. Svo bara Jón Jónsson. Það er eitthvað svona plebaldið það. Hvað myndið þú heita ef þú verið svona í einhverju svona í bransanum, sko? Væri það íslenskt? Svona eins og þegar Dirk Diggler, mannstu drónum? Já. Í Boogie Nights. Já. Það er sem er mjög gott nafn, Dirk Diggler. Mjög gott, sko. Ég myndi, sko, ég náttúrulega reyndar heiti, þú veist, nafni sem ekkert margir heita, þú veist. Já, það er 2 nöfn, skilur. Já, BB. Já, þú veist, það eru fleiri sem heita Sverrir Þór, skilur, hana... Já, nei, heldur það Björn Bragi? Já. Nei, það er 2 eða 3 Sverrir Þór eða eitthvað. Við ætlum að fara að byrja tala eins, ég ætla að fara á Hagstofa hérna búnduris. Sko, ef ég mætti velja með nafn, þá myndi ég heita Jimmy Frisco. Það er reynda mjög flott. Það er sjúk. En væri þá ekki glæpamaður svona in the 90s í New Jersey eða eitthvað? Heyrðu, allt hérna myndi ég, Hugh Hefner, það er flott nafn, sko. Já. Hugh Hefner. Já. Hann átti afmæli daginn. Og ég sá, ég var að flakka á milli sjónvarpsstöða í gær. Segðu bara eins og þér, þú horfir alltaf á hana þá. Ég horfi alltaf á, hvað heitir þetta? The Mansion, Playboy Mansion. Já. Frábær þáttur. Já. Hann er ekki neitt, nema bara einhverja svona unga stelpur sem er að vasast á brjóstahaldarunum og svona. Já. Nema núna var special. Það var afmæli Hugh Hefners, 82 ára. Birthday special. Heyrðu, þessi þáttur, hann var merkilegur fyrir þær sakir að hann er hérna út í Las Vegas með þessum drottningum sínum, sko, að skoða einhverja æfingu á Circus du Soleil eða eitthvað svona, sko. Já. Og fekk það í afmælisgjöf. Svo fekk hann special gjöf þegar hann kom upp á hótelherbyggi. Oi, hvað var það? Pamela Anderson á píkunni. Ég er ekki að grínast. Og það var ekki blörrað eða neitt, sko. Hæ? Bara hann kom og það var bara, þú veist, hann kom inn í herbyggi með þessari Holly eða hvað sem þetta var og veist, öllum skvísum sem er í þættinum. Já. Kemur ekki Baywatch drottningin bara alls nakin með einhverja litla ammælisköku og fer að nutta brjóstunum í hann og er bara hvaða steik er það? Á Adams klæðunum einum til fata. Er hún ekki orðin ráðsett húsmóðir og... Jú, hún er búin að vera það lengi, sko. Já. En þetta var svo steikt. Já. Og líka því að það voru fullt af kamerum þarna greinilega. Þetta var bara, það var ekkert. Hún var bara allsber þarna í sjónvarpinu. Er þetta ekki svolítið að tapa kúlinu hjá Pamelu vinkonu okkar? Já, hún er alltaf löngu búin að tapa því bara hún fekk sér tribal tattoo og lék í barbvægir, sko. Þar fór allt í niðurfall. Það var okkur. En þetta var svo steikt. Já. Og það var svolítið fyndið að sjá, sko. Allar hinar skvísurnar sem eru alveg bara, þú veist, bara með silikon fyrir allar penninginn og er alltaf að attast eitthvað í jónum og svona, sko. Allt í hennu voru þær svona, þú veist, allt í hennu kemur bara aðal drottning. Já, þær eru svona auka. Allt í hennu urðu þær svona daldið, svona bara gestir í einhverju afmæli. Já. En hvað? Það tók alveg greinilega eftir það, eins og Holly, hún var ekkert að fíla þetta, sko. Nei. Er það konan eða kærastan hans eða krúli? Nei, hún hætti einhvern tíma með honum eitthvað og svo er hún alltaf eitthvað að vasast í þessum þáttum og... Já. En hvað, er þetta svona raunveruleika þáttur bara Hugh Hefner og hans líf eins og The Kardashians eða eitthvað? Já, svolítið þannig, bara The Playboy Mansion, þær að fara í einhverju myndatöku og þær að fara að gera þetta og svo er sundi og svo er partí og svo er hann að kíka á einhverja forsíðu bara í sloppnum bara og í stund gamall. Er það bara regla, allt hiski í Bandaríkjunum fær raunveruleika þátt? Já.
Það er svolítið þannig. Mjög mikið. Og reyndar svolítið þannig að þeir sem fá raunveruleika þátt verða hyski. Já. Heldur það sé meira þannig? Heldur það sé ekki þannig að þeir leita upp í hyskið og gerir raunveruleika þætti? Jó, svolítið, þetta er svolítið þannig. Svo Jersey Shore þarna, ég reyndar aldrei hort á það en það er svona hljóman eins og þeir hafi bara fundið einhver mestu úrhrögg Bandaríkjanna. Já. Ég væri til í að fylgjast til dæmis með Björka Halldórs og hans fjölskyldu. Já. Svala, Krummi og Björki Halldórs í svona raunveruleika þætti. Já, það er svolítið eins og The Osbournes. Já, The Bows. Já. Það verður flott. Svo væri ég til að fylgjast með Agli Helga og konunni hans og litli strákum þeirra í raunveruleika þætti. Jöfull verður það fyndið. Það væri geðveikt. Ég er alltaf að sjá þá, sérst feðgana. Ég sé það alltaf. Þeir eru alltaf saman. Já, ég sá þá daginn að borða sushi. Já. Svo sá ég þá aftur að borða sushi. Já. Svo sá ég þá saman út í fótbolta. Ertu að meina? Já, svo sá ég þá að hjóla saman. Já, þeir eru alltaf saman. Er Egill Helgason pabbi Íslands? Já, hann er mjög mikill pabbi, sko. Já. Og það gerir, sko, kona mín fór einhvern tímann í bíó bara klukkan 8 kvöld á einhverja, rómantíska gamamyndi eða eitthvað. Já. Það er fyrir mörgum árum síðan, sko. Og þá var hann í bíó, Egill, með konun sinni og stráki sinni sem var þá svona 5 ára. Já. Bara í bíó, klukkan 8 á bara einhverju mynd. Er það ekki alltaf í lagi það? Já, veistu, venjulega fæði maður kannski pössun, sko, fyrir krakkaklubbi og fyrir bíó, sko. Já, ég skil. Veist, 5 ára, þá ertu kannski að fara að sofa kannski svona milli 7:30 eða eitthvað. Nei, þau dróðan bara með sér í bíó. Mér finnst það flott. Já, það er raunveruleika þáttur í þessu. Já. Skilurðu? Já, ég skil þig. Af því að það er margir foreldrar sem að mögulega myndu hneykslast og sáu þáttur í gær með hérna Agli Helga, fjölskyldunars Egilsmaður, þau voru bara í bíó með litla strákinn eða eitthvað. Það er líka alltaf einhver svona fréttir á honum, eins og núna páskana, þá kom á df.is, Egill Helgason glimti hvað hann valdi páskaækinn. Já, ég held að hann hafi getið þau. Það er alveg ekta hann. Og sagt svo bara við fjölskylduna hann hefur glemt því. Í súkkulaði fram að bara, þetta er allt tínt. Já. Alveg hæpir og sigri. All skýrtan í súkkulaði, ég veit ekkert hvað ég faldi þetta. Bréfið í ruslinu. Já, sérðu, það eru svona litli hluti sem að getur, þetta er alveg heill þáttur þarna, bara týndu eggin. Já. Egill Helgason og týndu páskaeggin. Já. Egill Helgason og bíóferðin. Já. Skilur, það er fullt í þessu, það veit að vera hægt að búið til bækur með honum. Við ættum að pizza þessu. Já, þetta er bara legendary, sko. Já, kæru hlustundur, eins og við heyrið þá erum við Björn Bragi að fara hérna yfir málin og það eru margir búin að biðja óskalög eins og til dæmis Sjómli, það er ekki Frikki? Rikki. Það er eitt Frikki hérna líka. Ég sagði þér Rikki. Þetta er högg eða? Dansað. 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötusnúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útiháttíðinni. Tryggðu þið miða á bestaútiháttíðin.is. Vissið þið að smál og kredi? Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hér. Kredja, einföld þjónusta. Það sést hverjir drekka Kristall. Fólk skiptist í 2 hópa. Þá sem eru búnir að kaupa miða og þá sem eiga eftir að kaupa miða. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Durex. Gaman saman í sumar. Hörkuleikur í Borgunarbikarnum í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld. Víkingur Fylkir klukkan 19:45 og Borgunarmörkin í opinni dagskrá klukkan 22. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er Borgun sem færir þér Borgunarbikarinn á Stöð 2 Sport. Þú að fara sunnan við húsið og halda þér vestur til að finna tjaldsvæðið. Sæktu þér áttavita í snjallsímanni. Gagnamagspakkar frá Vodafone gera gagn. 500 megabæt fyrir 890 krónur. Vodafone. Taktu sumarfríið með stæl. Öll flottustu merkin í sportfatnaði. Útilíf Holtagörðum, Smáralind, Glæsibæ og Kringlunni. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það er rétt, alla virka daga frá 4 til 6 og í dag er það Björn Bragi og Sveppi Krull sem eru með ykkur til klukkan 6 í sólinni. Já, garðum minn. Já, en nema bara, þú veist, við vitum ekki. Það ætlar að grilla eitthvað, grillaru?
Já, ég grilla í foreldrahúsum. Ég bý í svo litlu pleysi, sko. Það kemur ekki grillinu fyrir? Nei, ég er með svo litla salir, sko. Ég held ég myndi bara kveikja í sjálfum mér og allir byggingunni, ég myndi alltaf grilla þar, sko. Já, það fer heim til mömmu og pappa að grilla. Já. En þú? Ég grilla alveg... Þú grillar allt? Já. Þú grillar morgungotnið þitt? Það liggur við, sko. Ég er alveg vitlaus í grill, sko. Áttu eitthvað almennilegt grill? Já. Hvernig? Já, svona Weber. Og hvað þýðir það? Það er bara gæðamerki í grilli, kallið minn maður. Þetta er ekki Weber? Já, Weber, Ok, það er mikið drullu saman. Coca-Cola. Það skiptir ekki máli. Og hvað grillar þau? Ég grilla alveg, sko, fisk. Þú grillar í fólki líka. Já, þetta eru Björn Bragi og Sveppi Krull með ykkur hérna á FN95. Boing! Það vantar bjölluna. Ding, ding, hún er þarna. Já, ég grilla fisk og kjöt og hambúrgar og svo er ég mjög góður í að grilla, sko, eins og pulsur. Já. Það er ekki bara pulsur, sko. Nei. Þú þarft að vanda þig, það er ekki bara hent á grilli og svona. Nei. Hvað gerur þú? Ég raða þeim, þannig að þær brosa. Skilur? Raða þeim öllum eins á grillið. Það bragðast þér betur eftir á. Já, og svo þannig get ég snúið þeim bara með öllum með einu handtaki. Já. Og pulsubrauðið setja alltaf í álpapír. Já, það er sniðugt. Og grilla það á efri hæðinni á grillinu. Já. Þá verður það svona jafn heitt. Já. Gríðarlega mikið atriði. Og þegar ég ætla að gera vel við mig, þá sting ég gati á pulsuna. Já. Og í bjór. Já. Og grilla hana þannig þá. Gera þér það ekki á Bæjarins bestu? Þetta er ekki svona pilsnir eða eitthvað út í potti? Já, út í pottin, sko. En snýrðu svo pilsunum með höndunum sjálfur eða notar þau? Ég snýði henni svona, legg lóan yfir kannski 5 pulsur í einu. Já. Og rúlla. Allar í einu. Já. Sko pabbi minn, hann gerir hann er að sjóða pulsur. Það tekur hann upp úr pottinu með höndunum. Það er rosalegt, sko. Ég held að ég myndi bara sjóða af mér hendina ef ég myndi reyna þetta, sko. Já, hvað akkur nota mann fíla hann ekki pilsutöng? Af því að hann er svo harður, sko. Svona hattur í blöðurum á puttunum bara höfullin. Hann hefur eiginlega gert þetta svo oft, sko. Já. Að þú veist. En mér finnst þetta grjóthart, sko. Þú veist, mínar fínu og aumu hendur, sko, þær myndi ekki þola þetta. Já, en þetta segir mann líka, sko, pappiðinn, þegar hann svona síður pulsur þegar að mamma henni ekki heima. Hörðu? Nei, hann er komin! Þetta er eini gestur! Hann er komin! Hann er fundinn! Okkur að vinni þessari blíðu? Ég er farinn! Öndið þú teka mig! Ég átti frí í dag. Jöfnvöldsins, hálfviti, maður. Við erum búin að leita, heyrðu, flottu bólur. Er það grínast? Þetta er ótrúlegt. Svona góðir eru. Hlustendur FM 957, ég ætla að segja ykkur það að Auðun Blöndal er mættur hérna sem óvæntur gestur og Auðun og Sverrir eru í alveg eins ból. Já, hvað stendur? Lökk. Já. Já, kallið minn. Og það stendur 7. Sko, við hringdum á þann, á B5, vorum að leita þér, þú varst ekki þar. Við hringdum á Kojak, sem er svona pókerstofa, þú varst ekki þar. Við hringdum niður á Austur, þú varst ekki þar. Hvað ertu búin að vera eiginlega, skilur þau? Ég var bara í smá ferðalagi, sumarfríi. Þú er búin að leiða. Þú er svo steiktur. Ég var bara að keyra þetta niður til að kíkja þess að það var svo gott viður. Ég hafði haldið að þau myndi ekki nenn að vinna svona öðri. Já, þú ætti nú að gera okkur greið. Við vorum að reyna að leita einhverjum svona sem að geti farið fyrir okkur niður á Austurvöll. Já. Tjekka á stemmingunni. Já, ok. Er það ekki Nilli eða eitthvað bara? Nilli er landmann. Hvað, ert þú betri en Nilli eða? Er það ekki svona góðtúka eina sem Björnsbraga? Ef hún vantar eitthvað, þá gerir Nilli það. Nilli er í landmannalögum. Er þið svo bara með Rikka G sem tæknamann? Það er alveg það dýrt. Hældi því. Fokkar ekki því. Og veistu hvað? Og ég var að beða hann um að spila fyrir mig Fristikistulagið með hérna Greifunum. Já. Tóku það ekki í mál. Nei, ég veit það. Hann hatar öll lögin sem við spilum í á leiðinni heim. Nei, það? Já, spyrir, hver fór upp á röddina þín eiginlega? Herru, ég bara var að koma hérna úr erfiðu ferðalagi. Og þurfti... Þú varst í kórferðalagi í Austuríki, eða ekki? Jú, við vorum með smá tónleika. Þú sungu bara í hvað? Út í eitt bara. Við getum orðað þannig að það er ennþá fróða í eirónum á honum eftir fróðudiskóðu í gærkvöldi. Ég var samt, ég lendur 7 í morgun, aldrei upp 3 þræðum. En við verðum mættir ferskir hérna morgun, ég og Pétur. Já. Þetta var menningaferð. Já, þetta var menningaferð. Þetta var stórkostlegt, þetta var gaman.
segjum kannski einhverja smá ferðasögu á morgun. Arkitektúrin í Salzburg alveg glæsilegur. Já, þetta stórkostlegt. Þetta æðislegt. En svo bara fyrsta sem maður séð þegar maður kemur heim, lítill og þunnur í sér í morgun. Bara giftingakort frá Sveppa Krull. Já. Áfram að láta verða af þessu. Nú, fékkst þú bóðskort? Já, konaðin bauð mér. Við erum mjög nánar en þú heldur. Það breytist pottitt eftir giftingu. Ég hlakka til að koma heim og eftir að kíkja í postkassan og sjá mitt kort. Þér er ekki bóðið. Gleymdi, langreis. Gleymdi. Þú verður að hætta þessu þegar við giftum. Ég hlusta þess á þáttinn. Þetta er ekki hægt, strákar. Hvað? Að vinna á FM. Þeir eru bara með einhverja langblokkur hérna og þvílíkar sögur, veist, hvað var þeim tja-tja, 3 mínútur, lag. Nei, sko, við erum búin að breyta því. Já, við erum búin að breyta þessu, sko, því að nú við ákváðum aðeins að breyta stíl og fara í samkeppni útvarpssögu. Já. Og þetta er svona umræðu þáttur. En það er hérna... Arthur Karls is going down. Það er einn maður sem ég kalla The King of Radio, hann heitir Ívar Guðmundsson. Já, hann er ekki ánægð með okkur, sko. Ég veit ekki. Sástu það? Baðst þú hann að tvíta þessu hérna? Nei, en ég ætla hins vegar að þakka honum fyrir þessu. Hann tvítaði hérna á mig. Það vantar eitthvað cool í þáttinn þegar blöð er ekki broskall. Hvað borgar hann? Ívar Guðmundsson, King of Radio. Ég veit, ég ætla að kveðja ykkur. Ég verð mættur hérna í vinnun á morgun. Með Pétur Jóhanni. Ég ætla að leyfa ykkur að Rikki, veistu hvað ég ætla að gera? Ég ætla að taka mynda þeim í þessum bólum hérna. Setja hann á Twitter, ég geti séð hann á Twitter og Björn Bragi. Já, það er gerðveikt. Og Live My Life hér á FM 957, þið eruð að hlusta á FM 95, Bíó og Sveppi Krull með Birni Braga og Sveppa Krull. Og nú er ég komin í skipstjórasætið, enda hendur við Rikka út. Ó já, þú ert komin á takkana, það ferði vel. Er það ekki? Þú ert með FM útlit. Er það hrós? Já. Nei, ég held ekki. Jú, svona mjúkur, huggulegur, góð lyktaðir. Er það? Það er alltaf góð lykt á öllum sem vinna á FM, ég tek eftir því. Ég reyndar hef ekki verið í sturtu núna síðan í fyrradag, held ég. Vá. Svo það sé ekki langur tími. Bara, ég er ekki búin að fara í sturtu bara síðan í gæri eitthvað. Veitu, hvað ferðu þú oft í sturtu? Ég fer alltaf í sturtu svona annað dag. Ég fer bara í sturtu og hann skítur. Hvað, þú veist... Hvað, maður verður alltaf í sturtu bara svo fíbl. Svo þægilegt. Rægilegt, ég hef enga tími í það að vera að hanga í sturtu. Mér finnst svo gott að ég fyrir sturtu minnstakosti einu svona dag, svona að jafna þið. Þegar þú meina hana minnstakosti, þannig að þú fer stundum í sturtu 2 á dag. Akkur? Ef ég kannski, þú veist... Ef þú fer lítið svitablett undir hendurna, þá hleypur Björn Bragi í sturtuna sína. Ef að augskugginu fyrir að leka, ef maskarinn. Nei, ég vakna kannski, ég fyrir sturtu. Kannski vakna ég þennan dag. Þá fer ég í sturtu. Svo er ég, þú veist, fer kannski að æfa eða eitthvað, að hlaupa eða að lifta eða eitthvað kvöldið. Þá fer ég í sturtu til það. Já, en ef þú veist að þú ert að fara að æfa, setja bara dags, akkur ertu þá að fara í sturtu morgun? Ég held að meiri... Það er bara þegar þú hefur tíma fyrir það. Þú ert konulaus, eða ekki? Ég fer ekki alltaf í sturtu á mótana. Nei. En þú veist, á maður ekki að baða sig ef maður er konulaus? Nei, þú hefur bara svo góðan tíma. Þú ert konulaus og badlaus, eða ekki? Jú, ertu að meina að ef ég eignast konu og bad? Já, þá hefur enga tíma til að baða þig. Nei, er það þannig? Já, þá allavega getur, þá hugsaður að halda öllum hinum hreinum og svo hugsaður þig. Ef þú eignast barn góðum vinn, þá getur þú sagt bless við það að vera hreinn. Já. Er það reglan? Já, svolítið þannig. Nei, já, veist, þá allavega, maður þarf að hugsa það. Já. Skilur þú? Ef ég fer í sturtu, þá er það bara in and out operation. Já. Skilur, ég er ekkert að smyrja á með einhverju kremi og dúlla í mér, sko. Ég er ekkert að dúlla mikið, en það er svona, þú veist, það... Ferð í bað? Nei. Ertu ekki baðkarskæi? Nei, ekki síðan bara ég var barn, sko. Já, hvað fórst oft í bað? Já, þá, sem sagt, fyrst, sko, byggum við í blokk og þar var ekki sturta, sko. Já, bara bað? Já. Hvaða blokk var það? Það var í Hraunbænum. Já, Árbærinn. Árbærinn, hjartóðið, sko. Já. Svo fluttum við upp í Selásinn, einbýlishús, og þar var bæði bað og sturta. Ó. Já, luxus. Öllu til tjálta þar, maður. Heldur betur. Já. Og þá, sko, svona, tók ég sturtuna fram yfir. Já, yfir baðið. Sko, ég held líka, sko, bað er svona slakandi. Þú veist, þá svona línar kannski vöðvana eða eitthvað svo leiðis. En þú þrífur þig miklu betur í sturtu. Nei, ég var sturtu. Já, ef ég fer í bað, þá fer ég alltaf strax í sturtu á eftir. Já. Og þrýfum ég, því að, þú veist, maður liggur ekki til baði og bara, þú veist... Nei, þú ert að liggja þannig í eigin viðbjöði, sko. Já. Húðflugum og svita og geði, sko. Já. Og ég finn aldrei, ég meik ekki eitthvað að liggja í baði að það er svo slakandi, sko. Nei. Ég tek alltaf með mér síman í bað. Ég veit eitthvað sem kveikir á kertum. Já, það er út í hött, sko. Er það? Já, maður hefur ekki, þú veist...
Já, það náttúrulega bara ein leið til að slaka á. Ertu sko, þú veist, ferð ekki í bað með konunni, svona eitthvað rótt? Jú, það dettur inn, sko. Þið með nógu stórt bað fyrir það? Já. Ok. Það dettur inn, sko. Það stemming í því. Já, það er svona... Það mjög gaman, sko. Intimate moment. Já. Það náðu að fara yfir svona að ræða málinn, sko. Ræða bara reikningana og... Já, fara yfir, byrju borgaði þú orkuveitur reikningin? Nei, já, ok, hann ekki dottinn inn á heimabókarnir mér. Við haft það svona til hliðar á baðmáttunni. Já, Excel-skjalið maður. Já. Hvað ert þú búinn að eyða mikið á kortinu það? Já, ok, já. Bæði allsber, sjóðandi heitt. Nei, ég kveiki aldrei á kerti fyrir bað, sko. Nei. Og mér líður ekkert ofsalega vel í heitu vatni. Nei, ég skil þig. Ég alltaf, ef ég í heitum potti, þá ég hálfur upp úr, sko. Já. Mér finnst gott að steikja mig alveg. Að bara í heitum potti? Að vel heitan pott, vera lengi í gufu og vera svo bara nær dauða en lífi eftir það, bara svona að líði mig, sko. Já. Það menn alltaf að finna svona ákveðna leiðir svona til að slaka á. Já. Margir að hugleiða. Já, ég hef aldrei komist í það, sko. Ekki heldur. Það er alltaf að segja, svo gott að hugleiða maður og eitthvað svona, það er svo gott að slaka á og bla bla bla. Ég held að það sé best að sofa bara nóttinni. Já. Þá nær maður að slaka helviti vel á. Ég er enda sammála því. Ef þú sofnar bara 12 og vaknar 7, þá þarftu ekki að vera að fara í bað með kerti eða huglega eitthvað kjaftaði. Þá þarftu bara ekkert að baða þig. Nei. Ég er samt sammála þessu, ef maður er líka eitthvað veikur, þú ert eitthvað tussulegur, þá þarftu bara að sofa. Ekki að vera eitthvað lyfjað í gangi eða að fara eitthvað te eða eitthvað kjaftaði. Jói Ásbjörns er rosalega svona þegar hann er veikur, sko, þá vera naumingi, sko. Já, svona prófar hann allt og er með eitthvað klút og fær sér brjóstsykur og eitthvað svona. Já, og bara, veist, lyf og alls konar drasl. Já. Prófar öll svona, já, ég verð að komast á eitthvað gott sýklalyf. Það er að þegar hann er engabarn. Já. Já. Ert þú ekki engabarn? Nei, ég á 2 eldri systur, sko. Já. En ég er einmitt, sko, ég á engan bróður, ég á bara systur, þannig að ég er með svona kvenlíkt innsæi. Já, en þú ert ekki eins og Öddi, hann á 2 eldri systur líka. Já. En hann hagaði sér eins og engabarn. Já. Skilurðu? Já. En hann er hann ekki miðjubarn? Jú. Já. Hann er miðjubarn. Hann ætti í raun að vera svo ábyrgi. Já. Er það ekki? Jú, hann er mjög langt frá því. Já. Og hefur alltaf verið. Og verður aldrei ábyrgur. Já. Ef við ekki taka hérna smá og skilaboð og taka svo góða umræðu Ödda. Gerðu það. Get ekki beðið. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna. Besta útiháttíðin, Gaddstaðarflötum Hellu. Dagana 5. til 8. júlí. Bestu böndin, bestu plötusnúðanir og langbesta skapið. Ekki missa af líklega bestu endurkomum ársins. Sóldögg. Gleðilegt sumar. Viltu vinna flug fyrir 2 til Evrópu? Taktu þátt í ljósmyndakeppni Vá Air og Vísis og sendu inn mynd sem segir Vá. Kepptir í 3 flokkum: náttúru, fólki og húmor. Sendu inn mynd á vísir.is/vá fyrir 30. júní og þú getur unnið ferð fyrir 2 til Evrópu. Sendu inn mynd sem segir Vá og farðu á flug með Vísi. Fanta er sumardrykkurinn. Svalandi á heitum sumardegi sem á bjartri sumarnótt. Nú með enn ferskara appelsínubræði. Eigðu Fanta gott sumar. Durex. Gaman saman í sumar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hljómsveitin Black Eyed Peas, lagið Just Can't Get Enough. Já, það er nú svona, ég er nú ekki mikill svona tónlistarunnandi. Jó, þú þekkir flest lögin hér, sant? Já, svona bara því ég er farin að vera með annan fótinn hérna. Tilneitur. En það eru mörg lög með Black Eyed Peas sem mjög góð. Hvernig ber þetta fram, segir þið? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Er það Pete Doherty þarna? Pete Doherty. Með glóðrauga? Black Eyed Peas. Já. Black Eyed Pete. Black Eyed Pete. Hvað heit það? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Peas, bönir, peas. Já, peas. Svartegðu bönirnar. Svartegðu bönirnar, maður. Það er eitthvað, já. Sko, Black Eyed Pete er eins og sko Pete með glóðrauga. Sem væri eiginlega betra nafn. Já, og hann er glott með glóðrauga, Pete. Já, allavega Pete Doherty. Já, og það er lagið þegar þeir spilu hérna. Tonight's gonna be a good night. I got a feeling. Það finnst mér gott lag, það kemur mér í stuð. Það kemur þér í feeling? Já, ótrúlega satt. Eins og laginu er ætlað að gera. Já. Þeir eru svolítið í því að semja bara svona alveg mega hitta. Já.
Svona bara Og ég líka alveg svona, veist, ef það eitthvað lag sem vinsælt, þá finnst mér það yfirleitt gott, sko. Já. Ég er ekkert eitthvað í einhverju svona, ég var að hlusta á hérna Loðin Úlpa, maður, frábært lag með þeim. Eða skilu, fara á Icelandic Airwaves eða eitthvað, sko. Já, þú hatar það. Já. Það er harfið til þér. Það er kjátt að þér. Loðin Úlpa er gott nafn og svona indie-sveit. Loðin Úlpa úr Breiðholti. Loðin Úlpa er að spila í bílskútum í Efra-Breiðholti. En hérna, það styttist í líka dagskráli sem mér þykir vænt um. Já. Sem er lagið á leiðinni heim. Já, það styttist í hann. Það styttist í hann og hérna, eftir smástund ætlum við að opna fyrir síman. Já, ef að leiða hlustendum að koma með hugmyndir. Koma með hugmyndir. Já. Og ekki eitthvað kjaftaði, þá var ég brjálaður. Já. Og lagið á leiðinni heim á ekki að vera eitthvað, það á að vera eitthvað uník. Sko, býttu, ég ætla að byrja hérna næsta lagi, sko, býttu. Lagið á leiðinni heim, nú erum við að hýta upp fyrir lagið á leiðinni heim. Já. Þetta er gott lag. Þetta er gott lag og við erum að tala um eitthvað í þessum gír, sko. Já. Ekki síðra lag. Ekki síðra. Heyrðu þess að tóna maður. Þetta er yndislegt. You got smile. Þetta, svona heyrist ekki oft á FM. Ó, nei. Það myndi fleiri hlusta ef það verið svona tónlist. Nú er fólk að bretta upp ermbandnar og bara hlaup út í sjó. Það er líka þægilegt að spila svona 6 mínútar langt lag, þá getur maður stokkið fram á pissað. Já, heyrðu. Já. Það er lagið á leiðinni heim. Já. Ef við að opna fyrir síman. Já, Rikki, getur þú komað að hjálpa okkur eins með síman hérna? Ekki vera að ryðja bara í því súkkulaði hérna alla daga, sko. Og hvað er þetta ekki 4. súkkulaðstykki sem hann étur í þættinum? Já. Herru, hér glóa alla línur, við ætlum að fá hugmyndir að læna á leiðinni heim, það verður að vera eitthvað ljúft. Já, ekki eitthvað kjaftaði. Ekkert bullshit núna. Ok, FM, góðan dag. Já, góðan dag. Góðan daginn. Herðu, ég er með eitt lag. Ok. Ég er að segja ykkur það, sko. Þegar þið heyri lagið. Við þurfum að þekkja það samt. Já, er það? Já. Við erum ekki að vera að spila eitthvað með Loðin Úlpu, sko. Þið þekkið það kannski. Ok. Það er Stand Up með The Prodigy. Stand Up með Prodigy. Sko. Ok, þú ert ekki alveg að ná mér strax, sko. Nei, sko, en ég er að segja ykkur það. Það er... Þetta var í myndinni Kick-Ass. Heyrðu, já. Ég veit hvað lag það er. Það var notað í ameríska draumnum. Nú, aha. Já. En sko, þetta er samt svona, það er svona pepplag svolítið. Ok. Við skulum henda því á blað. Stand Up með Prodigy. Hendu því á blað. Ok, það er svona kannski. Já, þetta er kannski. Við skulum henda því í pottinn. It's a maybe. Allt í lagi. Takk fyrir þetta, svo hlustum við á þetta eftir í róleitunum. Já, förum yfir þetta. Förum við að sé yfir stöðuna. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu? Herðu, Já. ég er komið með lagið. Já. Ok. Hit Me With Your Best Shot. Fyrst að ég vildi hafa þetta í sama gír og lagið sem voru að spila. Hit Me With Your Best Shot. Beidu, hver er áttu með það? Þetta er gamalt lag. Hit Me With Your Best Shot. Já. Algjörlega. Já, þetta er gott stöð, sko. Það er gott, sko. Já. Það fer allavega á blað. Þetta er betra en þetta Prodigy lag, come on. Já, ég er sammála. Ég er ekkert mikill Prodigy gæði, sko. Ekki ég heldur. Ekki alveg. Þetta fer klárlega á blað, sko. Hit Me With Your Best Shot. Við förum yfir þetta, nefndin. Googlum þetta. Takk. Næsti, hlustandi! Lagið hann með Rottweiler. Ok, klassi, takk fyrir þetta. Við setjum það í pottinn. Klárum næst í kvöld. Já, það er alltaf verið að spila það. Við erum að tala um að lagið á leiðinni heim. Eitthvað rólegt, Það verður eitthvað eitthvað indislegt, sko. Herru. Já, sæll. Já, sæll. Þú hefur þetta að ringi pappa þinn og fá hugmyndir, sko. Já. En við hendum þessi í pottinn. Hendum þessi í pottinn. Við fáum fleiri hugmyndir. Tjekkum á hvað næsti hlustandi hefur að segja. FM, góðan dag. FM, góðan dag. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segja bændur? Já, mjög gott, mjög gott. Gott. Herru, ég er að fara að keyra. Já. Og mér langar að geða þetta að heyra lagið Home, bara, með Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Home, sem að hljómar eins og Monsters of Men-lagið. Já, það er mjög gott svona að keyra leiðin heim. Það er nokkuð gott. Frekar easy. Það er klárlega með betri lögum sem að, betri hugmyndir sem við fengið í dag. Takk fyrir það, Við setjum það í pottinn, við erum að tjekka það. Snill, takk. Takk fyrir. Sigfinnur. FM, góðan dag. Já, góðan daginn, ég meit laghandigur. Ok. Kottum með það. Það er Lynyrd Skynyrd Freebird. Freebird, það er þetta mjög gott. Aha. Já. Ég er alveg út á þeki, sko. Það er Við erum að leiðin heim sko eftir, við verðum að hlusta. Og þú ert eins og frjáls fugl á leiðin heim, eða ekki? Algjörlega, sko. Ok, ertu að skrá þetta niður? Ég mér ákveð að heyra þessi lög. Er það ekki If I leave it tomorrow? Já. Það er gott. Það er mjög gott lag, sko. Já. Það er gott. Það fyrir ofalega á blað.
Já, you would make my days, sko. Já. Alla dag, alveg minn. Takk fyrir þetta. Takk. Og takk einn í viðbót eða 2? Tökum einn í viðbót, spilum svo lag og svo tilkjöfum úrslitin, eða ekki? FM, góðan dag. Já, ég með rétt að lagi fyrir ykkur. Ok. I'll be right here waiting for you með Richard Marx. I'll be right... Nei, hvernig það aftur? Það rétt. Waiting for... Með það Já, ég kannast við þetta. Þú ættir að sjá svipinn á honum, maður. Rikki G er sko... Þú ættir að setja þetta á. Rikki G er að nýta kaðal hérna við hliðina á mér. Já. Herru, þetta er gott stöf. Við erum komið 2 þetta, mjög góð. 2 mjög góð þetta. Já. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Við ætlum að fara og finna... Einn í viðbót. Einn í viðbót, ok. FM, góðan dag. Kottum með það. Herru, Nóbrain með Guns N' Roses. Það er lagið. Sko, það væri klárlega ef við vorum að spila Guns N' Roses, sko. Já, ég segi það. Hvaða máli skipti það? Ok. Sett á. Drullu saman, maður. Það er öllum drullu saman. Það er gott lag. Ég ætla að setja lag. Það er Chris Renee og lagið Young Homie. Þetta er gott lag. Ég hef aldrei séð bara einn mann dansa mikið. Já, ég fílaði þetta lag. Ég var búinn að gleyma því að vera til. Ég var ekki alveg að tengja þig við þetta, sko. Nei, þetta er að því að ég fylgdist með þarna X-Factor. Já. Og hann komst heldur langt í X-Factor þessi gæi. Vann hann ekki? Nei, hann vann ekki, sko. Nei, það var eitthvað sem hann hafa. Já, hann er Kristna, einhver svona sem að Simon Cowell var með, sko. Var hún Kristinn? Já, Kristinn Einarsdóttir. Nei, þessi var vondur, maður. Nei, ég fíla svona grín, sko. Já, en hann komst heldur langt og hann svona rappari, átti ekki neitt, hættur að drekka, átti barn og maður vorkend honum, en hann hafði einhverja svona passion fyrir söng og rappaði og maður svona, yeah. Talandi að hætta að drekka, Mámar setin, sko, þegar ég er búinn að sjá svona status á Facebook eitthvað svona, nú er ég búinn að vera í 2 ár án áfengis. Mámar seti þetta, má ég seti núna bara, nú er ég búinn að vera í 10 daga án þess að drekka. Nei, jú. 1-2 dagur. Þetta er svona gæði sem hættir að drekka sig, jæja, þá var maður um 2 ára. Já. Maður var nú hvað? Já, 2 ár síðan og ég var laus við Bakkus. Sér setti tappin í fleskina. Herru, við erum búin að fara yfir hérna... Já, við erum búin að fara yfir listan. Það eru mörg góð lög sem komi. Ég var náttúrulega búin að velja eitt sem ég hefur reynt að koma að lengi. Já. Þessi lög sem að koma áðan fara náttúrulega í pottin. Sko, þau fór í pottin, en við eiginlega sko lagið sem var valið, komstu með út frá þeim sem fór í pottin. Já. Þú veist, að því að... Það var svolítið þannig. Ég þurfti að fá hugmyndir af alls konar til þess að koma með bestu hugmyndina. Já, akkurat. Og ég valdi lag sem að er sko ekki bara frábært, það er epíst, það er svo gott. Og ég held að allir getur samanlega það. Já, og ef þetta lag er ekki akkurat lagið til að koma fólk í gírinn fyrir kvöldið, þriðju dagur, það er allt opið til 1. Í þessu veðri maður, skaparinn alveg búinn að mála myndið þetta lag maður. Segðu! Djöfull, þetta fallega orðað. Skaparinn er búinn að mála myndið þetta lag, það er sumar, það er sól, fólk er í stuttbuxum, fólk er í stutt ermabólum. Rikki, viltu ekki bara blasta? Dömmin og herrar. Turn it up. Ó já, hækkið í botn, þetta er lagið. Dansað og dansað 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötusnúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útiháttíðin. Tryggðu þið miða á bestaútiháttíðin.is. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Varstu að fá þér sumar í flösku? Kíktu þá á Sinalco tappan og fyndu Gói á Facebook. Þar getur þú slegið númerið í tappanum og sé hvort þú hefur unnið einhvern af 5000 vinningunum sem er í sumarleik Gói. Gói á Sinalco í allt sumar. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Safnaðu stimplum í vegabréfið í sumar á þjónustustöðum okkar land allt. N1. Meira í leiðinni. Sjónvarpsþáttur sumarsins. Evrópski draumurinn hefst eftir 3 daga. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegur. Icelandair og Valitor færa þér evrópska drauminn á stöð 2.
Þessar milljónir vinna sig ekki sjálfar. Víkingalóttó, alltaf á miðvikudögum. Durex. Gaman saman í sumar. FM 95 Blö. Á FM 95. Það er rétt, FM 95 Blö, FM 95 Bjö og Svessi Krull er á enda. Já, kæru hlustendur, það er búið reyndislegt að fá að vera með ykkur þessa 2 tíma sem við erum búin að sitja hérna, ég og Björn Brei. Nú strax klukkan 4 á morgun verður allt hefðbundið. Auður Blöndal tekur við og með honum verður PJ Sig Fusion. Takið vel á móti mínibarnum, G-blettinum, golvaranum og útvarsmanninum Rikka G. Ríkard Óskari Guðnarsinni. Hann ætlar að fylgja ykkur hérna til klukkan 3 í nótt. Er útvarsþátturinn ekki 9 klukktímar, ekki? Já, hvað? Hvað ert að drekka mikið af Red Bull á vaktinni stendur? Hvað er að kaupa með á sýninguna hjá okkur? Já, við verðum hérna með ykkur okkur einasta 50 degi. En það er nú bara 3 dagar í dag. Björn, það er búið að heiður að fá að vera með þér. Sömuleiðis, var þetta ekki bara fín? Þetta var yndislegt, ég skemmti mig konunglega. Það er fyrir öllu. Það er ákveður ætla að enda. Við ætlum að enda þetta sjálfsögðu á Sóldögg eins og við gerum alltaf þegar við Björn Brei erum saman í útvarpi. Já, og... Hvað heitir lagið aftur? Lagið heitir Svört sól. Er það á leiðin á bestu það? Ég veit ekkert um það, sko, við erum bara miklu sóldakar aðdándur. Já. Við erum bara hlust á upptökur með þeim frá því á 10. áratögnum. Hlusti á þetta. Takk fyrir okkur. FM 95 Bjó enda í dag. Betri blandan að fara í gang. Rikki Q og þú saman til klukkan 9 og alveg heill hellingu sem við ætlum að gera. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 123 4